Formaður Vinstri grænna hafnar hugmyndum hernaðartengda starfsemi á Keflavíkurflugvelli. Málið þó enn í vinnslu í stjórnkerfinu. Formaður Vinstri grænna segir að starfsemi sem tengist hernaðarumsvifum megi ekki upp á pallborðið. Samgönguráðherra segir málið enn í vinnslu í sínu ráðuneyti. Áform hollenska fyrirtækisins ECA Program að flytja hingað óvopnaðar herflugvélar og leigja út til æfinga hafa vakið mikla athygli og hörð viðbrögð margra. Málið mun vera komið skammt á veg en samt heimasíða þessa fyrirtækis skreytt með myndum frá Keflavíkurflugvelli þar sem rætt hefur verið að koma upp aðstöðu. Litla sem engar upplýsingar hins vegar að finna starfsemi þess og eigendur. Ráðherrar voru inntir eftir þessu máli að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Nei, það var ekki rætt hér og algjör misskilningur ríkisstjórnin hafi samþykkt það að tekið nokkra afstöðu til þess og það liggur alveg fyrir að við erum lítt hrifin af þessum áformum. Fyrirtækið hefur hins vegar greitt 5 milljónir króna til íslenskra flugmálayfirvalda til að athuga möguleikann á skráningu herflugvélanna hér á landi. Málið hefur verið í skoðun í samgönguráðuneytinu. Mín afstaða svo að skoða við öll atvinnutækifæri og það gerðum við þegar þetta var kynnt fyrst fyrir okkur og við gáfum heimild fyrir því að sjálfsögðu flugmálastjórn myndi kanna þetta en það hefur verið greitt fyrir það eins og bara lög og reglugerðir gera ráð fyrir að það skal kanna öll svona atriði. Flugmálastjórn hefur með það að gera og þess vegna gerum við það en ítreka enn og aftur, það er engin ákvörðun verið tekin og þetta er bara á hugmyndastigi. En þetta er grundvallarmál í okkar huga, það vantar auðvitað meiri upplýsingar hvað þarna á ferðinni til þess að hægt sé endanlega að taka afstöðu til þess. En það er alveg ljóst að allt sem tengist hernaðar umsvifum, hernaðar brölt í einhverju, það á ekki upp á pallborðið hjá okkur.